Nú ætlum við að halda áfram að skoða jöfnur. Við notum í raun bara hefðbundnar jöfnu aðferðir alla jafna við að leysa þetta. Hérna byrjum við einfaldlega á því að deila með 5 báðum megin til þess að losna við 5 hérna. Þá erum við með 2x í öðru jöfn og 25. En hvað ger ég svo? Ég er annaðveldi. Þá verð ég að finna gagnstæða aðgerð við að setja annaðveldi sem er að taka kvaðratrót. Þegar kvaðratrót beggja vegna þá styttist út veldið, x er jafnt og 5. Það segir mér að 5 í öðru veldi er jafnt og 25, fyrst ég tók rót af 25, það er öfug aðgerð. En það sem að vasareiknirinn segir mér ekki er að þetta gæti líka verið -5, því að -5 í öðru veldi er líka 25. Þess vegna setji ég plus mínus merki hérna fyrir framan. Og þetta getur bæði verið plus og mínus, ég hef ekki hugmynd um það. Í einu skiptin þar sem við vitum að við erum með plústölur eða mínustölur, yfirleitt plus, er ef við erum að vinna með einhverja stærðir, lengdir eða eitthvað í þá veruna þar sem við fáum aldrei mínustölur. Hérna, í næsta dæmi, gætu við farið að reyna að nota einhverja svipaðar aðferðir, en það endar eiginlega bara í vitleysu því að ef við förum að færa 3x hérna yfir þá fáum við x í öðru jöfn og mínus 3x. Það hjálpar okkur ekki neitt. Þannig að við ætlum að nota aðra aðferð og hún byrjar á því að við tökum út fyrir svega. Hér virkar að taka út fyrir svega, stundum þáttum við upp í 2 svega, bara eftir því hvað hendar hverju sinni. Og nú er það þannig að þetta er margföldun. Það er margföldun hérna á milli, þannig að ef ég margfalda saman 2 tölur og önnur þeirra er 0, er útkoma 0. Þannig að til þess að fá 0 út úr þá þarf annarkvort þetta að vera 0 eða þetta. Og það eru þess vegna 2 lausnir. Önnur lausnin er þessi að þetta sé jafnt og 0 og ég þarf ekkert að reikna til þess að finna það. En hin lausnin er að þetta sé jafnt og 0. Og þá ger ég -3 beggja vegna. X er jafnt og -3 og ég er komið 2 lausnir. Það heitir vissu 1 og 2. Hérna erum við með 2 svega. Og við byrjum á að margfalda saman svegana. Þið getið skoðað fyrra myndband eða myndband úr 9. bekknum til þess að sjá hvernig þetta er gert svona hægar, útskýrt betur. En þegar þið eru komið þetta langt þá eru margir farnir að geta gert þetta bara svona hratt. Síðan gerum við mínus a í öðru til þess að stytta þetta út. Þá styttist þetta út líka. Og þá fæ ég 49 er jafnt og 2a plus 1. Mínus 1, mínus 1. 48 er jafnt og 2a. Deilum með 2, beggja vegna styttist út. A er jafnt og 24. Í jöfnum erum við ofta að leysa út einhverjar stærðir. Hér ætlum við að leysa x. Og x-ið mitt er hér. Þá þarf ég að losna við þetta hérna tvennt. Hér nota ég öfuga röð aðgerða. Ég sem sagt byrja á, venjulega þá legg ég saman eða dreg frá síðast, en hér byrja ég á því. En hér er engin plus og mínus, þannig að hér fer ég bara í að, og ég vinn mig í raun og veru, svona önnur aðferð til þess að segja þetta, ég vinn mig inn að x-inu. Ég set byrja lengst frá og vinn mig hérna inn að x-inu þangur til x-ið stendur 1 eftir. Sinnum 5, losna við 5, x y jafnt og 5t. Nú þarf ég bara að losna við y-ið. Og ég kom með svar. Hér er mínus og þá ger ég bara plus 3t. Beggja vegna, þetta styttist út og dæmið er í raun búið. Ef ég hefði verið með dæmi þar sem það stæði tala fyrir framan x-ið, við skulum í raun bara breyta dæminu hérna snöggvast, þá væri 3 hérna, þá þyrfti ég að deila með 3 og þá passið að hafa stórt deilingastrykk, ekki bara deilt með 3 hérna aftast, þið verða að deila allt, heila klappið og þá er komið svar.
Ef þristurinn hefði ekki verið, þá hefði þetta í raun verið svarið. En ef þið viljið skoða jöfnu aðferðirnar hægar, þá skuluð þið skoða 9. bekkjar myndböndin. Það er linkur hérna fyrir neðan í playlistan yfir jöfnunar, þar sem að jöfnu myndböndin eru, þau eru nokkur, og þá getið þið skoða þetta hægar. En þá er þessu lokið.